Hjónin Birna Kristín og Guðbergur búa á bænum Brúnagerði í Fnjóskadal en þau eru engir venjulegir bændur. Þau hófu sinn bændaferil reyndar í hefðbundnum kúabúskap og ferðaþjónustu en fluttu svo til Hveragerðis og koma á fót verslun sinni Gjósku á Skólavörðustíg í Reykjavík. Þar selja þau hönnun Birnu Kristínar sem er búin til á vinnustofu hennar heima í Fnjóskadal. Auk þess stefna þau hjónin á að gera Brúnagerði að spennandi viðkomustað fyrir fjölskyldufólk. Þegar við ákváðum að flytja á norður aftur og vorum búin að koma okkur svona vel á stað með rekstur þessa hönnunarfyrirtækis og komið með búð í Reykjavík og ég þurfti þá náttúrulega að hafa vinnustofu. Kannski fyrst til að byrja með hafði ég hugsað mér að keyra til Akureyrar og vera með vinnustofu þar en svo bara var þetta húsnæðið svo gott að við bara ákváðum að innrétta þetta og sjáum svo sannarlega ekki eftir því. Það er rosa mikið af svona gömlum munum allstaðar að virðist vera hérna inni, en húsið sjálft er ekki síst merkilegt. Hver er saga þess? Þetta er byggt sem minkahús, þannig að rýmið það sem við erum inn í núna var sem sagt slátrunaraðstaða fyrir mink og skinnaverkun og eftir að bændurnir hér hættu með mink þá var þetta svona miðstöð fyrir heimaslátrun í sveitinni og það er til dæmis fláningaborði sem var notað hérna í horninu notað núna undir sem útstillingarmunur. Já. Bara fínt að vera ekki að fjárfesta í einhverju nýju og dýru og fínu undir þetta þegar maður getur skapað svona heimilislegt andrúmsloft hérna með bara notuðum munum. Og við erum með skreytingarnir eru sem sagt munir sem við erum búin að drösla með okkur á milli landshluta eins og hérna fyrir aftan okkur er eldhúsinnrétting og gamla húsin í Hléskógum sem það er ábyggilega var hægt að nota hana fyrir einhverjum 30-40 árum. Og svona ýmislegi munir sem við höfum tekið með okkur þar sem við höfum sankað að okkur gegnum tíðina. Og þið vissuð alltaf að þið væru að fara að nota þetta einhvern tíðin eða hvað? Nei, ég vissi það ekki. Það er mikið búið á eldri manni. Hvernig er að vera bændur norður í landi og reka búð í miðbæ Reykjavíkur? Já, það er nú svona svolítið fjárstýring en við erum með mjög góðan aðila sem að sér búðina og það er nú tengdamamma. Já. Og hún er sem sagt bara... Hún er verslunarstjórinn. Já, og hún er með hjartað í þessu algjörlega. Og mér hefur nú oft dottið í huga, hún rekur örugglega búðina betur heldur en ég gerði ef ég væri mikið þar sjálf, sko. En þessi hönnun, hún á beina tengingu í íslenska náttúru. Hvaðan kemur þessi hugmynd? Sko, 2010, þá var ég sem sagt orðin bara komið virkilega kláða í puttana að fara að hanna eitthvað og helst að framleiða eitthvað sem ég gæti sem sagt lifað af. En þegar að Fimmvörðuháls gaus, þá voru nú myndir af hinum fallega Hraunfossi út allt. Og ég bara hugsaði með þetta bara verði ég að búa til. Og ég sem sagt hannaði húfu með Hraunfossinum og eldgosinu upp úr. Og ég gerði húfur fyrstu 2 árin. En svo rétt fyrir handverkshátíðina 2012 þá byrjaði ég á peysunum. Og þá fór boltinn að rúlla sko og páska 2013 þá hætti ég að vinna aðra vinnu. En þetta er ekki það eina sem þið eru með á prjónunum. Þú ert með hugmynd húsdýragarð. Já, við ætlum að sem sagt hugmyndin er að gera þennan stað hérna að svona viðkominn stað fyrir fjölskyldufólk og sem við ætlum að kalla Daladýrð. Og þá verður sem sagt, miðpunkturinn er sem sagt þar sem við sitjum, verður kaffe- og veitingaaðstaða og versluninn. Og síðan ætlum við að gera húsdýragarð og sem er þá að því að þetta húsnæði sem við erum í er 100 x 12 metrar, þetta eru 1200 fermetrar og við ætlum að gera helmingina því að svona inn í leiksvæði þar sem að krakkar geta komið og þau hoppa í heyið og mála og lita og ef það er vont veður sem er nú stundum hérna hjá okkur. Já. Og síðan verður úti leiksvæði þar sem að við krakkarnir geta leikið sér og skoða dýrin líka. Og hugmyndin er semst að eins og allt sem er hérna inni að það er annarkvort höfum við fengið hjá vinum og ættingjum eða sankað að okkur í gegnum tíðina og dröslað með okkur á milli landshluta.
eða þá við kaupum það í Fjölsmiðjunni eða Góða hirðinum, það allt notað og endurnýtt, og það smíðatimbur sem við fáum sem sagt allt íslenskt timbur úr Vaglaskógi. Þannig að við svona erum að reyna að passa þessu á vissborinn í leiðinni. Já. Fyrirmyndin af þessu, á þetta sér einhverja fyrirmynd einhvers staðar annars staðar? Já, það náttúrulega eru húsdýragarðar á Íslandi. Sá er náttúrulega húsdýragarður í Reykjavík og svo er húsdýragarðurinn Slakki fyrir sunnan sem mjög flottur. Og svo fengum við nú bara hugmyndir að svona eins og inn í leiksvæðin að fara í Astrid Lindgren-garðinn. Það er mjög heimilislegt og skemmtilegt andrúmsloft. Þannig að maður svona tínir til. Og svo viljum við gera þetta líka sem að verður þá vinna næsta vetur. Að langar að gera setja upp sýningar, af því að það er svo óbærslega plássi hérna. Að þá er þegar ég fór í gegnum mitt háskólanám, þá var lokaritgerð mín landbúnað fyrr og nú. Og við ætlum að setja þá að verður öðrum megin eins og hvernig húsdýrin voru í gamla daga og hvernig það er núna. Og svo væri gaman að setja upp sýningu sem væri börn í sveit í gegnum tíðina. Því að það var nú kannski ekki alltaf farið vel með og vinna var mikil. En svo ég svona ábyggilega á síðustu kynslóðin sem voru bustakliptir á vorin og skúpaði í sveitin og svo bara náði í maður eftir réttir á haustin sko. Þannig að það er mikið breyst í sveitunum sko. Þannig að það er alveg endalausi möguleikar hérna í rauninni sko. En hvers vegna ákváðu þau að flytja í Fnjóskadalinn? Þegar að göngin koma, þá er þetta náttúrulega bara eins og annar heimur þannig séð. Þá búum við hérna í Afdal og það eru 15 mínútur inn í miðbæ Akureyrar að fyrstu ljósum sko. Þannig að það er svona. Og það réð miklu þetta hjá okkur að vilja búa hér var að göngin væri að koma. Við hefðum væntanlega ekki keypt hérna ef að göngin hefði ekkert verið á dagskrá. Því að við viljum bjóða börnunum okkur upp á það sama og aðrir krakkar fá. Og þannig að þetta var eiginlega vendipunktur í því að við vildum búa, eða settum okkur niður hér. Já. Nú eru þið búin að búa í Hveragerði og voru lengst af í Grýtubakkarhreppi. Hvernig var tekið á móti ykkur þegar þið komið svo hingað? Bara mjög vel. Við fengið bara mjög jákvæð viðbrögð af fólkinu í kringum okkur. Og skóli var náttúrulega bara alveg himinlifandi að fá fleiri börn í skólan. Og svo höfum við heyrt það, fólk er bara ánægt að hér séu komnir einstaklingar sem að búa eitthvað til sjálfir. Og við erum nú þegar búin að skapa 3 ný störf á svæðinu. Og stefnum í að skapa fleiri. Og erum í samvinnu við Saumastofu og Akureyri, þannig að þar erum við líka með smá input í atvinnulífið. Birna og Guðbergur vinna nú að því að markaðsetja sig frekar í Norður Finnlandi, Norður Svíþjóð og jafnvel Kanada, en segja styrkjaumhverfið mjög óhagstætt fyrir einyrkja. Það er oft svona í þessum styrkjum að það er svona svolítið huglegt það sem við erum að sækja Þú sækir ekki styrk fyrir nöglum og spýtum eða því líku. Og manni finnst það svona svolítið trist þegar að eins og ef maður hugsa til stóriðina sem við verðum að gera á Bakka við Húsavík að þar maður heyrt að hvert starf kosti 50 milljónir og þar kemur ríkið inn með gríðarlegt magn af peningum til þess að þetta verkefni geti orðið að veruleika og ég held að við hérna þyrftum nú ekki einu sinni 50 milljónir til að skapa þó nokkuð mörg störf meðan að það kostar 50 milljónir eitt starf í svona stóri verksmiðju að þá er þessi styrkur til einyrkja til þess að koma sér á stað að hann mætti vera mun svona markvissari af því að við hér erum nú komið með 3 störf nú þegar hérna í Fnjóskadalinn og við gætum mjög auðveldlega skapaðu fleiri og það gerist bara hægar hjá okkur af því að við höfum ekki fjármagnið akkúrat í rassvasanum. Finnst þér erfitt að selja peningaöflunum þá hugmynda að styrkja þessa tegund af störfum? Já, í rauninni. Ef við hugsum það, ef maður hugsar þau störf sem að ríkið verið styrkja sem mestu þunga, sem eins og í stóriðina fyrir austan og svo hérna núna, að þetta eru í megindráttum allt kallastörf. Að það ekki, manni finnst oft á tíðum að kvennastörfin, þau sé ekki jafn merkilegt. En við erum að skapa kvennastörf, ef maður hólfar störfin svona niður. Og þetta ætti í rauninni starfsemi eins og okkar sem að vinna því að skapa kvennastörf eru ansi mikilvæg á svæðum eins og við erum á því að það eru konur sem að flýja sveitirnar, ef maður getur orðað það sem svo. Og það er ekki bara á Íslandi, það víða. Að það eru kallarnir sem sitja eftir
í sínum kallastörfum meðan að konurnar sæki þéttbýlið og fara þá í kvenlægari störf.